Burt með ykkur. Fröken ég spennt. Lítið og ljótt. Lítið og ljótt. Farðu og rektu þessar nörnir í burtu eins og Jörfinn hljóp. Burt með ykkur skólanóttir. Við komum aftur seinna. Aftur seinna. Ræningjadóttir fædd, hann heilum og leiðandi. Hvað á hún að heita? Rænja. Og hún létt. Hvað helstu sögur varst að búast til feitum og ljótum ræningja með skegg og ísnum? Það eins gott að segja ekki slæmt þetta barn sem átti satt þessi góðu skapi. Nú var að hófurinn okkar hann Börki og hans ræningjaflokkur ósatti. Við eigum barnin, ekki hann. Vertu velkomin, Ronja Ræningjadóttir. Laus við sorg og sótir og
Nú eru 11 ár liðin síðan Ronja fæddist. Hún hefur allt sitt líf verið innan veggja kastarans og veit ekkert hvernig heimurinn fyrir utan kastara er. Ronja, hvað ertu að gera? Ég er að gæta hann að dætti ekki með helvitiskona. Þú ert gamla og duglegt barn, það ertu. Mattis og Lófisa, Ronja verður að læra hvernig að búa í Mattisskógi. Nú jæja, eru þið loksins búin að fatta? Ef ég hefði fengið að ráða, þá var bara út fyrir löngu síðan. Já, en þú veist það hættulega í skóginum og við eigum aðeins eitthvað. Þú verður svolítið að læra að takast á við hættunar. Já, látið hættina bara koma til mín, það er komið tími til. Ronja, varaðu þig á skógarnornunum. Hver eru skóðanurnar? Þær eru ógurlega ljótar, öskrandi og ægilegar. Og passaðu líka á skógarnornunum. Hver eru skóðanurnar? Það reyna að ná þér í þókuna og halda þessi hann þar. Og varaðu mikið á gráturkunum. Hver eru gráturgarnir? Þeir eru grái, grimmir, loðnir, litlir og ljótir. Og varaðu að vitast ekki í skóginum. Hvað gerist þið í vitið skóðinu? Finna leiðin tilbaka. Gott og vel. Og varaðu líka að detta ekki ofan í hana. Hvað gerist þið í dættinu annað? Synda. Gott og vel. Passaði mest að þetta ekki í helvitiskóna. Hvað gerist þið í dættinu helvitiskona? Það gerir ekkert frá mér. Gott og vel. Er eitthvað meira sem þið þarf að passa með það? Þú kemur að því smám saman, farðu nú. Halló Foss. Halló Kjartan. Halló þetta stórkosta heimil. Takk fyrir að vera hér. Blómin hreinu
bráðgöngarnir. Ef þú ert hrædd fyrir að þið er langt á leiðir og þá eru þið hættulegir. Gott að ég sko meina það. Við vorum að finna okkur heimili fljótt. Fóðgildin og hans minnur á hælun okkur. Við erum ekki örygg. Ég veit það og ég mun halda okkur öryggum. Hvernig, Poppi? Ég þekki þetta svæði vel. Hér ólst ég upp og hér er gott að vera. Fyrir utan þess að fjandans Matthíasarræninga. Fjandans Matthíasarræninga. En við lúskum sko á þeim, er það starf. Já, við lúskum sko á þeim. Já, en fyrst finnum við okkur heimili. Já, fyrst finnum við okkur heimili. Mér líst vel á þetta, sagði. En Ronja var ekki svo eina sem var að kynna skólanum sinum. Borki og hans ræningjar, Valdís konans og Birkir Borkarsson sem fættust sömu nótt á Ronja voru í leit af nýju heimili. Þeim leist vel á þetta svæði og komið sér fyrir hinum megin við helvítisskjóna. Birkir líst sérstaklega vel á þetta svæði því hann hafði tekið eftir áhugaverði stelpunni sem var alltaf að þvælast í skóginum. Ég veit hver þú ert. Þú ert ræningjadóttirinn sem hleypur skóginn. Og hver er þú þá? Og hvernig ósköpunum hefur komist hingað? Ég er Birkir Borkarsson og ég á heima hérna. Við erum nýflutt inn. Hvaða við? Borki og Valdís og ég og ræningjarnir okkar. Áttu við að Norðurborgin sé full af skítælum? Nei hei, hér eru bara heiðilegir borgarræningjar. En það sem þú átt heima, það er allt morandi af skítunum. Það hef ég það heyrt. Annars er þetta engin Norðurborg. Hún heitir nú Borgavirkið. Dauði og drep sótti! Býtu bara þangað til að Matthías frétti þetta og þá mun allir borgarræningjar fjúka í norður- og niðurfalli með prumpi! Svo heldur það já? Ef þú kemur hérna, þá skal ég gefa hérna á trýni svo nefið fíkur af þér. Ha, leyti þetta eftir og getur. Þú ert engin skræfaræningjöldóttir, það sé ég. Þú ætlaðir að gefa mér einn á trýni, af hverju gerir það þá ekki? Nú kem ég. Hjálpa mér! Hjálp! Eftir þetta er bundið fengjalaust ræningjadóttir. Í norður- og niðurfalli, ég mun nú dettur aftur niður hérna skíthællinn. Sjáumst ræningjadóttir. Hvaða legarfættingur er þetta? En Matthías, þetta er satt og það er meira að segja einn strákur. Smá gríkið var skemmtilegt, en bandleysla legar eru ekki í lagi. Borgarræningar í Matthíasarborg. Þvílík fjarstæða. Í fyrsta lagi var Borki engan strák. Er eitthvað sem ég ekki að segja mér? Valdís eignaðist viss krakka af eintómur skelfingu þrjumir nóttina sem Ronja fæddist. Í einhverju skrattans rugli. Lítinn ræningja. Lítinn ræningja, já. Nei, hver fremur þinn? Hætti nú þessu rugli og farið þið að vinna. Já, þetta er allt satt. Ræningjarnir eru allir mjög ósáttir og Ronja er döpur. Hún hafa loksins hitt jafnaldra sinn og þá þurfti það að vera óvinnulega. Lífið hélt svo áfram sinn vanagang hjá Ronju sem eyddi mestum tíma sínum í skóginum. Hún naut þess að klifra í trjánum. Því hvernig gat hún passað sig að detta ekki í trjánum ef hún prófaði ekki að klifra þeim? Ronja hefði sig að gera allt sem hún átt að passa sig á þannig að hún getur raunverulega að passa sig á því. Og hún var stórgóðir, hoppa, klifra, sveifla sér, synda í ánni og þekkja dýrin.
skóginum mínum og lætur dýrin mín í friði. Dýrin þín, skógurinn þinn. Dýrin eiga sér sjálf og þau eiga heima í skóginum sínum. Ég þekki allt í þessu skógi. Það vissi ég líka að þetta er skógi nornanna, grátdvergana og rossalana. Segðu mér eitthvað nýtt eða haltu þið saman. Þetta er líka skógurinn minn og þinn, ræningjadóttir, en ef þú ert eiga nei, þá ertu vitlausari en ég hélt. Refir, kóngulær og uglur með að gjarnan eiga skógi með mér, en ekki þú. Ronja! Ronja! Hvað viltu? Ég er svolítið hræddur við þessa þoku. Já. En haltu þið þá reipi skalla frá mér. Ronja, að lætur huldufólk geta eftir glötu. Já, ég kem. Ah! Ég sagði að halda þess Eivir fjarlægt frá mér. Hvað, hefur refurinn bitið í andlitið? Þakka fyrir, ég kann sjálfur heim núna. Hlustaðu á mig, Matthías. Við getum ekki búið í borgarskógi lengur. Það kemur mér ekkert við. Einhvers staðar þarf ég að vera með barnið mitt, konu og ræningja. En að ræna mínu heimili án þess að spyrja um leyfi er ekki í boði. Skrítið að ræningja sem stelur öllu og tekur allt sem hann vill á leyfistessi, sér hann mig ekki stela. Þú ert ræningjaður! Ræningjaður! Hvað? Segðu mér okkur hvort henni kastar á mig. Þú veist að ég þekki þetta svæði jafnvel og þú. Síðan voru litli krakkar hér. Pabbi minn henti ykkur þessin út og mun gera það aftur ef þið farið ekki strax. Ég hef engan annan stað. Hér hreiðum við okkur og hér erum við heima! Hér erum við heima! Stopp! Pabbi, hvað er það sem þú tekið án leyfi sem Borki talaði um? Æ, Ronja, svo spýt og lega ljóta Borki. Hvað tókstu án leyfis? Þetta var allt og mikið sem ég get sagt þig. Nei, þú segir ekki orð. Þetta fer eins og sjálfur Hvað, ætlar ekki að segja mér? Þú er bara lítið saklaust barn, ég hef ekki viljað segja þetta. Og við máttum ekkert segja þetta. Við erum ræningjar og við rænum. Ann rændi, pabbi rændi, ég rændi. Svo þú rænar Ronja mín, þú verður voldur ræningafólki eftir mér. Nei, það var ég aldrei! Úlfur, ég bið
veturinn er kominn. Ronja er úti og öslar í snjónum. Hún skemmti sér vel góða stund. En allt í einu nær hún ekki upp öðrum fætinum. Ronja hlær og reynir að losa hann, en hún getur það ekki. Þá heyrist einhvers taut neðan hennar. Hópur á rapparum brýst upp í honum. Þeir eru móðgæðir. Það get ég verið ef þú vilt að ræningja þá til. Já, það vil ég. En bara þú kallar mig Ronju. Ronja, systir mín, nú förum við sitt úr leið því enginn má sjá okkur saman. Ronja og Birkir eru bestu vinir og eru tengt órjúvanlegum böndum. En veturinn er harður og kaldur. Það snjóar svo mikið að enginn kemst út. Það er kalt og erfitt í kastalanum, sérstaklega í Borgarverki. Þau eru ekki mikið mat og eru mjög svöng. Ronja og Birkir komast aldrei út að leika en finna sem betur fyrir leið til að hittast í kjallara kastalana. Ronja fyrir mat á hverjum degi fyrir Birkir og fjölskyldu hans.
Svo leika þessi saman fram á kvöld á hverjum degi. Ronja! Er það satt að þú vilja vera bróðir minn? Systir mín, mér er ekki gott að heyra og sjá þig. Þú er systir mín. Birkir og Ronja hittust á hverjum degi og hlökkuðu alltaf til að leika sig saman í skóginum. En ræningjahóparnir voru ekki jafn glaðir og kátir. Nú var loksins komið vor og Matthías ætlaði að henda Borka út úr kastalanum. Borki vildi sko alls ekki fara. Ég skal mala við alla borgarræningja. Nú verður út alla. En hvað ef allir Matthíasar ræningja verða malaðir? Þið verða að hugsa út í það? Það hef ég ekki hugsað mér að hugsa því þannig verður það ekki. Það vistu ekkert Mig fellaðar ekki fyrsta höggi. Nei, stakka, þið fellaðar ekki fyrsta höggi. Þú var líka með stríð. Ekki heldur. Akkur geta ekki verið vinir eins og við. Þú er rétt fyrir Ronja. Við þurfum enga blóðskutællingar. Nú fyrir Borki í norður og niðurfalli fljótur hann að missi fyrsta morgun fréttin. Hvernig þá? Sjáðu hvernig gómaður rétt á það? Með eigin höndum. Ég segi bara við Borka, ætlar að fara hérna eða ekki, ætlar að fá þennan ormsóka þinn aftur eða ekki. Þú mátt þetta ekki, ófjöndur! Þú mátt þetta ekki! Hvað sem má ekki gera? Þú mátt ekki ræna fólki! Fólki? Þetta er ormsungi. Lítill þjófa hundur. Svei þér! Þetta ekki nú tala um föður. Svei þér! Svei þér! Snertu ekki við þessum ormsunga. Ormsungi eða ekki, þá verður þetta sár þvegið. Ég sagði snertu ekki við þessum ormsunga! Út með alla karlmenn! Í norðan að niðurfalli með ykkur alla! Heyrðu til mér, Matthías! Út með þig!
skilju eiga mig á fæti ræningjabrjóstarnar ykkar. Getur látið konuna þegja, Borki? Þú ert harðbrjósta maður, Matthías. Á vilja ég flytja hann skilji, en að ráðast á barnið mitt skilji ég ekki. Ég hef ekki beðið að fá að vita hvað finnst mig. Ég skal vera farin hann og sumri líkur og sleppi sinni mínum. Það færðu soninn án sumri líkur. Ég átti við að fá hann núna! Ég átti að fengja hann ekki. Við erum líka fangaklöfi, börn. Alltaf þú að láta mig hafa barnið mitt, færð þú þitt barn líka. Já, ekkert barn. Hvað meinar þú? Þú getur fengið þitt barn, en mér getur ekki gefið neitt barn, því ég á ekkert barn. En ég á barn, þú að faðirinn sé honum vittlausari en leiðinlegt er. Hvað hefði þið verið saman að sælda? Hún er systir mín og hefur bjargað lífi mínu. Alveg eins og Birkir er bróðir minn og hefur bjargað mínu lífi. Sonur minn að vingast við erkióvini mína. Hún er systir mín. Systir? Ég ætlum að veit ekki hvernig þetta verður eftir nokkur ár. Snertu mig! Birkir! Segðu ekki orð við mig! Birkir og Ronja. Þegar þær komu heim voru allir voða fegnir og vildu taka vel á móti Ronju. En Ronja vildi ekki tala við neinn. Matthías vildi heldur ekki tala við neinn. Hann var svo niðurlútur og leiður að hann gat ekki einu sinni borðað. Ástandið í kastalanum var ömurlegt, þannig að Ronja var sem mest út í skógi. Sama sagan var heima í Birki. Honum leið alls ekki vel. Ég ætla að flytjast út í skóginn. Ég get ekki búið í Borgarerki lengur. Matthías þegir alla daga og segir ekki orðið mig. Ég þarf að flytjast með þér. Eftir sumarið fór að kólna, sérstaklega á nóttunni. Þeim var oft kalt og þau eru mjög svöng. Þau þurftu að berjast við skóganornir, grátverka og rafsala. Þú veist til hvers ég hef komið hingað. Til þess að sækja þig. Ég kem aldrei heim. En þá enda með því að Matthías stekkur í ána. Hvað? Hann nefnir ekki einu sinni nafnið mitt. Ekki á daginn, en á hverju nóttu grætur hann upp á svefni og hrópar upp nafnið þitt. Ég vil sofa hjá þér, hann syngir úlfarsöngin fyrir mig. Komdu með okkur heim og þá verður úlfarsöngin á hverju kvöldi. Hvað er að, Birkir? Ég vil að fara heim. Viltu samt vera bróðir minn þótt ég fari? Já, það mun ég alltaf vera. En hvað með Matthías? Vill hann fá mig heim? Matthías! Dóttir mín vita að þú vilt fá hana heim aftur. Meir en allt, Ronja, meir en allt. Ég get ekki á því verið, ég hafa mér svo algjörfíll og ég veit núna ég verð að gera betur. Birkir er vinur minn og ég vil ekki koma ef hann fær ekki að vera vinur minn. Ég vil ekki vera stríða milli ræningjahópana. Það verða engin fleiri stríð. Við erum búin að grafa stríðsöxina. Gerðu það, Birkir. Komdu heim. Við samþykjum að virðum það að þið vilji ekki vera ræningjar,
En þið eru samt, nei, þú eru samt alltaf ræningjadóttir. Takk fyrir komuna!